Það stefnir í mikinn niðurskurð hjá ríkinu og það bráðvantar meiri tekjur. Indriði H. Þorláksson, fyrrum ríkisskattstjóri, segir einsýnt að það þurfi að breyta skattkerfinu og hækka skatta á alla þá sem hafa meir en meðaltekjur. Við fjöllum þetta mál og ræðum við Indriða hér á eftir. En við byrjum á Indriða H. Þorláksinni en Þóra Arnórsdóttir hitti hann í dag og bað hann að rekja hvers vegna hann teldi að skattahækkanir mætti ekki bíða. Já, það kannski meginlega tvær ástæður. Annars vegar að þá held ég öllum sér ljóst að hlutir hafa þróast á þannig veg að það þegar búið að skerða tekjur þjóðarbúsins mjög verulega og stöðu þess með yfirtöku skulda og skuldsetningu ríkisins og síðan fyrirsjáanlegum svona samdrætti. Og það náttúrulega hlýtur að koma niður á þjóðinni með einhverjum hætti. Það borgar þetta enginn annar þjóðin. Þannig að skattheimta svona að hafa stjórn á því hvernig þessi niðurskurður á neyslu sem þegar orðin staðarind eða staðarind sem blasir við, hvernig hann kemur niður. Láta ekki sem sagt kylfur að kasti heldur að stýra því ákveða bæði hverjir og hvernig þetta verður greitt. Aðra ástæðu fyrir aukinni skattheimtu segir Indriði vera samdrátt í atvinnulífinu. Ríkið verði að eyða peningum í að auka eftirspurn eftir vöru og þjónustufyrirtækja en efni og aðstæður, auk skilyrða Alþjóðagjaldeyrissjóðsins takmarkaðan hallarekstur ríkissjóðs, leiði til þess að sú innspýting verði óhjákvæmilega fjármögnuð með skattheimtu. Í þriðja lagi bendir Indriði á að skattkerfið sé hvorki sanngjarnt né réttlátt eins og Skattareglum hefur verið breytt hann á undanförnum árum að skattbyrðin hún hvílir að mínum að þetta allt og mikið á meðaltekjum og þar fyrir neðan að minna á þeim sem að í raun og veru geta greitt meira. Ég veit ekki hvort að menn gera sér grein fyrir því að ef allir skattar eru teknir þá trúlega þyngsta skattbyrðin á fólki ef við tökum hjón með svona 8 til 10 milljónir krónur í árstekju samtals. Þannig að þarna þörf á að gera leiðréttingar og þær verða náttúrulega ekki gerðar án þess að breyta hér skattkerfinu og núna þegar að vantar sem sagt fé og það vantar að leiðrétta þetta þá virðir svona einboðið að gera breytingar sem myndi þá fyrst og fremst og jafnvel einhverju auka skattbyrðin á þeim sem eru betur staddir og þó að ástandið sé ekki gott í þjóðfélaginu þá til fullt af fólki sem í góðri vinnu eða hefur góð eftirlaun og ekkert óeðlilegt að leggja meira mörkum en þeir gera því að einhver verður að leggja mörkum og þessir hópar eru kannski þeir sem hafa notið góðærisins í mestu mæli. En í ljósi þess að stór hluti landsmanna virðist þegar vera lent í kröggum, hlýtur að spyrja hvort við séum aflögu fær. Nei, spurningin kannski snýst ekki það hvort að við svona í heild séum aflögu fær. Við verðum að borga þetta, það ekkert spursmál. Þessi kjararýrnun, hún orðin staðreynd og verður í vaxandi mæli staðreynd á næstu misserum. Og það sem ég hef svona að tala fyrir að einmitt að stýra þessu þannig að stærsta höggi lendi ekki á þeim sem eru verst settir heldur á hinum. Því ef að við mætum þessu með svona sjálfvirkum, það sem kallað svona sjálfvirk sveiflujöfnun ríkisútgjalda í áætlun þjóðgjaldeyrissjóðsins, þá þýðir það einfaldlega það að verðbólgan og rýrnun skattleysismarka og svo framvegis innan ársins að hún mun éta upp kaupmáttinn hjá fólki og skattbyrðin kemur þannig í raun og veru eða skerðingin niður á öllum almenningi og meðal annars að fullum þunga hjá þeim sem að verst eru settir. Indriði hefur ekki áhyggjur af því að aukin skattheimta hafi vinnuletjandi áhrif í því atvinnuleysi sem nú ríkir. Hann vill bæta við 1 til 2 skattþrepum fyrir ofan meðaltekjur sem í kringum 3,5 milljón í árstekjur á mann. Helmingur þjóðarinnar með meðaltekjur eða minna og aukin skattbyrði legðist því á þann helming sem betur settur. Indriði segir nánast óeðlilegt að reyna að ná þessum tekjum inn með 1 skattþrepi og hressilegt viðbótar skattþrep væri mun skilvirkara.
Já, sko, þegar ég tala hressilegt skattþrep þá á ég við eitthvað öðruvísi heldur en einhver svona 5%, en við erum aðtöða þá erum við líka að tala skattþrep eða prósentu á tekur sem fyrir ofan tiltekið mark. Og ef að þetta mark skulum við segja meðaltekjur og jafnvel þó að skattþrepið viðbóta skattþrepið væri einhver 10%, að þá vigtar það lítið á meðaltekjur og þar rétt fyrir ofan, það byrjar ekki að býta við hún komin ennþá ofar í skala. Og þetta ekkert mín hugmynd en með líta til dæmis bara til Danmerkur eða Noregs að þá sjá, menn akkurat þessa útfærslu þar sem að efsta skattþrepið verulega hærra en það fyrir neðan, enda tekur það ekki gildi fyrir en að menn eru komnir í einhverju tiltekna tekjur. Bresku Jómfrúareyjar og nágrannar þeirra í Karabíska hafinu hafa sjaldan notið jafn mikillar alþjóðlegrar hylli. Hún þó óumbeðin og sjálfsagt óvelkomin líka, því umræðan neikvæð. Bretar eru slegnir yfir fréttum sem sýna að fyrirtæki nýti slík skattaskjól til að koma sér undan skattgreiðslum upp á 600 til 2000 milljarða króna á ári. Í jafn erfiðu efnahagsástandi munar minna og Íslendingar hugsa líklega á svipuðum nótum til þeirra einstaklinga sem settu mestan svip á viðskiptalífið síðustu ár og eru grunaður að eiga varasjóði í leynum. Þóra Arnórsdóttir og Steingrímur Dúi skoðuðu málið. Það ríkir mikil reiði í samfélaginu í garð þeirra sem lifðu hátt á góðæristímum en virðast nú búnir að spila rassinn úr buxunum. Ef ekki sínum eigin, þá að minnstakosti þjóðarinnar. Þess vegna eru vinsælar hugmyndir frystingu eigna þeirra og upptöku sannist að þær séu illa fengnar eða að þeim hafi verið skotið undan með ólögmætum hætti. Spurningin hvort það sé hægt. Ég dreg það mjög í efa að það sé mögulegt og svona svo aðferðafræði að elta uppi eignir út af fyrir sig svolítið hæpinn. Það þarf náttúrulega að byggjast á ákveðnum réttar heimildum og fara eðlilega að hlutunum og því miður svo löggjöf sem við búum við bæði á skattasviðinu og öðru þess eðlis að við erum ekki vel settir að þessu leyti. Félög í skattaskjólum í Karíbahafi eru oft stofnuð í tvenns konar tilgangi, til að fela fé eða til að dylja eignarhald. Gefum okkur nú að íslenskur kaupsýslumaður stofni reikning í íslenskum banka í Luxemburg og svo 2 eignarhaldsfélög á Tortólu, einni bresku Jómfrúreyja, köllum þau B og C. Ef peningar eru sendir frá Íslandi til Luxemburgar, þaðan til B og svo til C, á milli skúffa ef svo má segja, og jafnvel þaðan aftur til Íslands sem erlent fjármagn, en B síðan tekið úr rekstri og afskráð, þá nokkur leið að rekja slóðina, hvað sem líður lögum og reglum? Það vafalaust ekki hægt í öllum tilvikum en það líka vafalaust hægt að gera heilmikið til bóta. Ef ég lít út frá svona skattamálunum, skattaleiðin sem að ég þekki hvað besta, þá eiginlega tvenns konar upplýsingakerfi eða upplýsingaleiðir sem að við höfum. Annars vegar að leggja þá skyldu að viðlaðinni refsingu á skattborgarana að gera grein fyrir öllum sínum tekjum og eignum og þess vegna eignarhaldi á félögum erlendis og svo framvegis. Það náttúrulega ekki gert hér. Og hinn leiðin að leggja þá kvaðir á fjármálastofnanir, ráðgjafafyrirtæki og svo framvegis að upplýsa alla efni eða svona fjárhagslega gjörninga sem að þeir annast fyrir innlenda borgara. Og með því að bæta löggjöfina þessu leyti, taka upp mun stífari ákvæði skyldur manna og félaga sem að eiga eignir erlendis sem hafa tekið að gera grein fyrir því öllu skattyfirvöldum. Þetta leið sem hefur verið farin víðum heim og í flestum löndum öðrum en hérna og til dæmis að taka þá gildir það í Bretlandi að breskir bankar verða meira að segja að upplýsa viðskipti breskara borgara við dótturfélög sín í öðrum löndum. Jafnvel að dótturfélögin heyri ekki undir breska löggjöf. Í Bandaríkjunum gildir svo regla að fjármálafyrirtæki og ráðgjafafyrirtæki þau verða að halda lista yfir alla þjónustu bandaríska ríkisborgara sem að erlendis og þennan lista verða þau að afhenda skattyfirvöldum ef óskað eftir.
Atli Gíslason, þingmaður Vinstri grænna, sagði í útvarpsviðtali á Bylgjunni í morgun að hann teldi íslenska auðmenn geyma milli 1000 og 1500 milljarða króna í skattaparadísum og skoraði á þá að gera grein fyrir eignum sínum og flytja þær heim. Annars færu mótmælin líklega að beinast gegn þeim persónulega. Kastljós náði ekki tali af Atla í dag til að grennslast fyrir hvaðan hann hefði þessa tölu, 1000 til 1500 milljarða, en Indriði Þorláksson telur fulla ástæðu til þess að rannsaka ýmis mál sem komið hafa upp á yfirborðið undanfarið. Þarna í mörgum tilvikum rökstuddur grunur fyrir hendi sem mann finnst ætti að nægja til þess að stjórnvöld, viðkomandi stjórnvöld grípi þannig inn í. Lexía íslensks samfélags líklega gamalkunnug, menn finna og nýta sér allar smugur sem eru á kerfinu, sé hægt að græða eða spara á því fé. Grundvallaratriðið hins vegar að sumt löglegt og annað ólöglegt. Og Skúli Eggert Þórðarson, ríkisskattstjóri, segir til að mynda í Morgunblaðinu í dag að rannsókn embættisins hafi þegar leitt í ljós að viðskiptavinir íslenskra banka hafi notað skattaskjólin til þess beinlínis að svíkja undan skatti. Margir hafa einnig orðið til þess að benda á að bankarnir hafi beinlínis hvatt stóra viðskiptavini til að stofna félög á þessum sólríku eyjum í Karíbahafi. Já, sko, það er alveg rétt að slíkt þekktist og við erum aðtuga það að það í sjálfu sér ekkert ólöglegt við einstaka gjörningi þessum málum. Það ekkert ólöglegt við að eiga fé erlendis hvort sem á bankareikning. Það ekkert ólöglegt við að eiga félag þar. Og það sem að bankarnir eru að ráðleggja og hjálpa mönnum að gera þetta. Þeir varpa síðan ábyrgðinni frá sér og segja hvort að hinnir gera síðan grein fyrir þessu fyrir skattuvöldi eða misnota þetta einhvern veginn, það þeirra mál. En þetta náttúrulega ákveðin svona tvískinningur í þessum málum og þess vegna segi ég að, eins og ég sagði áðan, að ef að svo kvöð hvíldi á þessum aðilum, hvort sem það ráðgjafir af fjármálastofnun að upplýsa þetta, tilvist slíkra félaga, tilvist slíka fjármálagjörninga, að það myndi náttúrulega breyta stöðunni mjög mikið. Kastljós náði Atla Gíslason nú skömmu fyrir útsendingu og sagði hann að 1000 til 1500 milljarðar væri ef til vill í hærri kantinum, en hann miðaði við arðgreiðslur bankana frá einkavæðingu sem námu 100 milljarða króna á 8 ára tímabili. Sama gildur önnur fyrirtæki sem hafa samaskapi greitt 100 milljarða í arð sem hafa að miklu leyti farið beint inn í eignarhaldsfélög í útlöndum.